Einar, segðu mér hérna, á Under Armour ekki Njarðvíkur grænan? Nei, við erum í stríði, þá mætum við í stríðskálanum, það er bara svoleiðis. Það eru frábær leikur hjá þínum mönnum, sérstaklega fyrri hálfleikurinn. Hvernig farið það að koma svona stemdir í þennan leik? Já, ég meina, það væru vonbrigði við mætum ekki stemdir í leika móti KR. Ég meina, Íslandsmeistarar síðastliðna 5 ára og þekkjum öll söguna milli þessara félaga og ég meina, KR vann alla 6 leikina milli þessara liði í fyrra. Þannig að sjálfsögðu gerði ég væntingar það að menn myndi mæta tilbúnir og bara hungraðir í það að byggja ofan á síðasta leik. Ég meina, við höfum alveg talað saman það, ég og þú, að við höfum ekkert alltaf verið ánægðir með hvernig við höfum komið út í leikina og þetta var algjörlega leikur til þess að stíga upp og ég meina, ég held að það var alveg bara hjálpað að sjá KR-ingana frábæra í DHL daginn og leggja stólana þar samfærandi sem að nota benni flengdi okkur, þannig að þú veist, ég held að þetta var allt saman hjálpað til í að gera okkur upp í slaginn í kvöld. Seinni hálfleikur, mátti kannski búast við að þeir kæmi aðeins grimmar inn í hann en þeir héldu samt alveg vel frá okkur. Já, ég er sammála því, auðvitað náttúrulega, þú veist, þeir eru með mikil gæði og auðvitað koma þeir inn og láta svolítið vaða og hafa faktist enga tapa og hérna, við svona, já, ég ætla ekki að segja að við höfum slakað á klónni en hérna, við vorum svona gloppóttir á köflum en svona heilt yfir bara mjög ánægð með þetta og varnarleikinn halda þeim í 67 stigum. Jón er búinn að vera geggjaður sem dæmi það sem hafa verið vetri og við höldum honum hendi í 10 stigum og hann auðvitað hafa mikið fyrir þeim og mér finnst það að vera svona til marks gæðin í varnarleikinn með okkur í kvöld. Takk fyrir þetta Einar og gangi ykkur vel. Takk hérlega.